Elsku börnin mín, Alfreður Erla, Jóhannes og Jón Emil. Ég misti að semja held ég 4 eða 5 tónverk fyrir íslensku hljómsveitina og ég held líka fyrir hljómsveitina mína í Riga í Lettlandi. Þessi verk voru hljóðrituð, sum voru með sér tekin upp fyrir sjónvarp eins og það sem hér fer á eftir. Ég hef bara því miður ekki aðganga þeirri upptöku frekar eins og mörg öðru sem dylst í geymslu Ríkisútvarpsins og aldrei hreyft og aldrei spilað og þjóðu veit ekkert um. Þetta verk byggt á Davíðssálmi og skrifað fyrir kammersveit, strengi og blásara og eftir eitthvað fleira. Þið tóku eftir því að það voru engin blásarar í Dító, en nú fá blásararnar okkar íslensku hljómsveitarinnar að láta ljósið skína og auki stór stjarna að syngja með hljómsveitinni og það engin annar en William Sharp, skólabróður minn frá Ísmann, sem stóð við hliðin á mér í einsöngvarakórnum litla sem Róbert í kórmegi stjórnaði og ég hallaði mér nú alltaf upp á honum svo ég væri viss að ég væri með syngja réttar nótur. En hann kom hingað og söng þetta nýjasta verk Mistar og ég held ég megi segja að þetta sé eiginlega eitt fyrsta stóra verkið hann en ég þori ekkert að fullyrða það. En William Sharp syngur þetta af stakri nærgætni og mikilli prýði. Hann kom hingað líka síðar þegar ég flutti Dvořák eða stjórnaði Dvořák, Stabat Mater, stóra miklu verki með fílharmoníukórnum og sinfoníuhljómsveit Íslands og þá söng hann barítónsólóin og sannarsagna alveg og glemanlegur í því hlutverki. En nú skulum við halda áfram og hlusta á verkið hennar Mistar.
Fyrri heimsstyrjöldin. Fyrri heimsstyrjöldin var mikill hildarleikur. Evrópa, ekki síst Norður-Evrópa, var hreinlega í rúst. Allt var í rúst. Fjárhagur, byggingar og hvað eina. Milljónir manna höfðu farist af hinum og þessum völdum. Það ríkti sorg í allri gleðinni yfir stríðslokum. Og það var þær mundir sem Ralph Vaughan Williams skrifaði trega ljóð, getur vart kallast annað, sem heitir fullu nafni Variations on a Theme by Thomas Tallis, eða tilbrigði stef eftir Thomas Tallis, en hann var mikils virtur, konunglegt tónskáld, fyrir hvað? Já, nokkur 100 árum, þegar hér komið sögu. Ég man nákvæmlega hvar þetta var flutt, eða hvar ég flutti það. Það var í Langholtskirkju og það var á aðvendu. Og þetta voru síðustu tónleikarnir sem ég stjórnaði íslensku hljómsveitinni. Já, og hafði þá verið búin að skipuleggja vetrardagskránna sumarið og gerði ráð fyrir þessum tónleikum og ég stjórnaði þeim en ekki einhver annar. En í millitíðinni bauðst mér starf tónlistarstjóra við Ríkisútvarpið og ég fékk engan umhugsunarfrest. Þetta var, held ég, á afmælisdegi Reykjavíkurborgar sem þessi boð bárust í síðdegisútvarpinu. Og ég satt á skrifstofu Íslensku hljómsveitarinnar og var steinhissa. Og ég hafði þarna nokkra daga til þess að loka sjoppunni og tilkynna uppsögn mína. Sem reynda var ekki uppsögn því ég var ekki ráðinn eða með neina neitt ráðningasamning, hvað þá heldur lífeyrissjóðsgreiðslur eða nokkuð skapaðan hlut. Svo ég kvaddi bara þessi hljómsveit, en ég var búin að setja þessa tónleika á dagskrá og ætlaði að stjórna þeim sjálfur og ég sagði við útvarpsstjóra að ég hefði verið búin að ákveða að stjórna þessum tónleikum og það yrðu mínu síðustu tónleikar. Og ég myndi síðan stíga út úr eldhafi íslensks tónlistarlífs fyrir fullt og fast, eins og Markus Örn orðaði það. Og það gerði ég. Þessi upptaka sem fylgir hér og eftir, þaðan. Og ég vil vekja athygli á því að það engu líkara en þessi strengjasveit, þrefalda strengjasveit, aðalsveit, bergmálssveit, strengjakvartett, sólokvartett, að þetta fólk andi með mér. Ég heyri nú bara ekki betur en ég hafa nú
komið svo við. Því ég var að stjórna þessu verki, ég hafi eiginlega hummað með hljómsveitinni, allavega til að byrja með. Ég hef nú ekki verið þekktur fyrir það, en þetta verk heltók mig alveg og ég var líka eiginlega klökkur af því að ég vissi að þetta eru síðustu tónleikarnir þessara hljómsveitar. Og ég vil bara þakka hljómsveitinni og ekki síst Sean Bradley, frænda okkar frá Írlandi, sem leiddi hljómsveitina á þessum tónleikum og svo sem er svo oft áður árin á undan. Hann var yndislegur við mig og við unnum vel saman. Eins og segi ég stoltur af strengjahljómnum í þessari sveit eftir að hafa unnið með henni meira og minna í 10 ár. Svo hef ég nú varla fleiri orð þetta. En hlustið eftir, það eru 3 hljómsveitir sem að leika. Það er aðalhljómsveit strengjasveitin, það er bergmálssveitin, sem bergmálar aðalsveitina á stundum í fjarska, og það er sóló strengjakvartett. Njótið vel.